krakkar, ég heiti Skúli Geirdal og þetta þátturinn Eitt og annað fyrir börnin, þáttur 2. Við ætlum að muna að mamma, pabbi og amma og afi, þau mega líka alveg horfa því þetta á að vera skemmtilegu þáttur og við höfum öll gaman einhver sem skemmtilegt. Við ætlum í þættinum að borða þorramat, læra eitthvað nýtt jafnvel, einhverja gamla hluti sem við kíkjum á sem við vitum ekki alveg hvað heita. Við ætlum að hugsa umhverfið og tína rusl, en við ætlum að syngja og dansa líka nóg og við ætlum að byrja á galdragáttinni, heyra eitt lag og koma okkur í alvöru stuð. Halló, hvaða krúttmúffur eru þið? Ekki æði burtu, bíði bara andartak, því ég vinalegur vatnahestur og ég vil bjóða ykkur á bak. Ekki vera feimin, bíði bara andartak, því ég mega flottur hrossabrestur, komi núna hoppið á bak. Það eru ýmsar sögur sem að ganga mig hér, en ekki trúa öllu því sem skrifað mig því aðrir hestar koma stundum óorði á mig, en þegar ég nálægt þarf engin hættustig. Ég elska að kynnast fólki á vegi förnum, dáist af pollum og vötnum og tjörnum, og mér finnst pínu gaman að drekkja börnum. Mér finnst ekkert gaman að drekkja börnum, þótt öðrum hestum finnir það, en þeir standa líka allir í stað. Það sjúklega gamaldags að gera þannig, sko. Ég ekki þannig, ég sjúklega góður gaur. Sjáið minn geggjaða makka, heyrið minn hófadinn, ég get borið ykkur hvert sem þið viljið eiga mig fyrir vin. Þið bæruð varla að dæma mig fyrir mitt hestakyn, svona setjist nú á bak á mér, þið viljið eiga mig fyrir vin. Svona setjist nú á bak á mér, þið viljið eiga mig fyrir vin. Ok, ég veit hvað þetta Þetta svona vél sem ít á þetta. Þetta eitthvað svona vél sem... Prentari? Já, prentari sem prenta svona síma. Svona. Hvað er að skrifa? Svona það. Þetta alveg eins talva bara. Og þetta ekki svona eitthvað sjónvarp hérna. Þetta eins og prentari. Það prentari. Hverju finnst þorramatur góður? Já, réttu pönd. Ég, hérna næst ætlum við aðeins að smakka þorramat og heyra hvað börnum finnst þannig íslenska mat. Og nú eru sko komnir til mín góðir gestir. Það eru Lilja og Helgi Þór, velkomin. Takk. Þið slóðu nú aldeilis í gegn í jólaþættinum þegar þið voru að spjalla við Rakel jólasiði og svoleiðis. Takk. Já, fenguðu einhver viðbrögð á þáttinn? Nei, við fengum rosa góð viðbrögð. En nú eru þið sem sagt komin hingað bara í stúdíó til okkar til að aðeins að tala þorramatinn. Já. Já, eru þið svona spennt fyrir þorramat? Já. Já. Eitthvað sérstakt sem ykkur finnst gott að borða? Já, hangikjöt. Já. Magáll. Magállinn. Sko, hér erum við með 2 tróg, sjáu þið. Það hérna annars vegar... Súr og ósúr. Súr og ósúr, akkurat. Og þið þekkið þetta svona aðeins. Við erum að bjóða ykkur að smakka eitthvað sem ykkur lístu vel á. Hangikjöt. Já, fá okkur hangikjöt. Ætlið þið ekki dýr út spungana? Ég ætla kannski að smakka pínu. Já. Gjörðu svo vel, náðu ykkur bara í og smakkið það sem ykkur líst best á, svona. Eða illa, ég veit ekki. Illa þess að fylgjast með þér, Helgi, þegar þú býtur í. Já, hvernig finnst þér? Sæmilegur. Bara sæmilegur? Eru þið með svona heima hjá þér eitthvað? Stundi magáll. Já, og þú ætlar að smakka magálinn? Hann er góður. Borðar hann stundum hann á brauð eða? Nei, bara eintóman. Bara eintóman. En vitið þið eitthvað á hverju við erum með svona þorrablót? Hafið ykkur hugmynd þetta? Nei. Nei. Þetta víst ekkert mjög gamalt siður. Mér skilst þetta hafi bara byrjað
í 1950 eitthvað. Það var einhver veitingastæður í Reykjavík, Naustið, sem byrjaði að bjóða upp á svona skrítinn gamlan mat. Langar ekki að klára þetta? Nei, legðu þetta bara frá og smakkaðu kannski eitthvað annað. Hvað langaðu að smakka annað? Þetta. Er þetta ekki örugglega hangikjöt? Jú. Já. Þetta og þetta. Já, þetta er svolítið svona, þetta er eins en samt ekki. Eða þú veist, þetta er bæði hangikjöt, en aðeins mismunandi. En í skólanum ykkar, á Svalbarðseyri, er búið að bjóða ykkur upp á þorramat þar? Já. Já. Við heldum eitthvað bóndadaginn þar. Já, bara fyrir viku síðan. Já. Hvað var þá á boðstólnum? Það var alls svona súrmatur og hangikjöt og ról. Já, líka það var harðfiskur og hákarl. Og smekkuðu þetta? Nei, flest. Hvað var best, fannst þér? Hangikjötið. Alltaf hangikjötið. Nei, ég myndi þetta harðfiskurinn. Harðfiskurinn er dálítið góður. Mér fannst hangikjötið og málinn. En hafið þið smakkað eins og svona sviðasultu? Nei. Er þið til í að smakka hana? Fyrir mig? Já. Hún er svona, það er svona svo hlaup. Það er búið að setja kjötið í svona fallegt hlaup. Sko, þessi er reykt og þessi er venjuleg. Hvort er betri? Já, nú veit ég ekki, ég vil bara gera þetta saman. Ég vil að fá okkur svona sitthvort og smakka. Já. Hérna fáið þið ykkur líka svona 2, náðu ykkur í og svo smökkuð þið. Já. Eitt svona og einn rauðan. Já, þið nóg til? Jú. Ok, nú komið að því. Ég vil að byrja að smakka rauðu. Já. Er þið til? 1, 2 og... Alveg bara fínt. Það ekki? Jú. Finnst þér þetta ekki gott, Lilja? Ekki rosalega. Finnst það bara rosa gott. Það er gott að vera með vatn að smakka þarna líka. Það er smá kæfibræði. Er það ekki? Jú. En finnst ykkur skrítið að hafa hlaupið? Já. Finnst þér að... Annars er þetta örugglega bara mjög gott. Já. Ef að prófa núna þessa sem er venjulega, ekki reykt? Já. Ok. Getur það, Lilja? Ég veit það ekki. Nei. Helgi, þú ert búin að smakka. Hvernig finnst þér? Alveg bara fínt. Já, mér fannst þessi reykta betri. Já. Ertu búin að smakka? Mér finnst þessi brúna betri. Ok. Ekki dreifin, Lilja. Nei, En þá eigum við að prófa hérna eitthvað á súrmetinu. Þorið þið það? Já. Já. Býtu, eigum við ekki að smakka slátt? Jú, og smekkum smá slátur líka. Mjög gott. Já. Hvort finnst þið betra, Helgi? Lýðrapilsi eða blóðmör? Já, gott. Jafn gott. Flott. Það var mjög gott svar. Ok, Helgi, þá komum við að súrnum. Sko, það sem við erum með hér, við erum með súrt slátur, svo höldum við þetta séu bringukollar, við erum ekki alveg viss. Og svo var það... Lunda eitthvað. Lundabaggi. Aha. Og svo var það... Hrútspunga. Akkurat. Og svo kom hérna sam og hér bara sviðasölda, það ekki? Já, bara reykt og venjuleg, bara súr. Ok. Á hverju viljið þið byrja? Ég held að það sé sjöðsölda. Þetta er hrútspungurinn. Hrútspungur. Skelltu sig, má sjá. Og hvernig fannst þér hrútspungurinn? Bara æði. Bara æði? Og ég var líka búin að smakka hann hérna. En Lilja, þorið þú að smakka eitthvað hérna í súrnum? Ég veit ekki. Áfram. Við erum í viðtali, við þurfum að smakka allt. Ég giska á hérna, hvað svo þetta væri? Lundabaggi. Baggi. Ég smakka hann. Þú ert duglegur að smakka, Helgi. Takk. Hann finnst mér ekkert góður. Nei, ok, bara ekkert góður. Bara eiginlega svolítið vondur. Já. Er eitthvað svona lokum sem þið viljið koma til skila? Til áhorfenda varðandi svona matarvenjur? Eða matarsiði, borðsiði? Já, nota hníf og gafla. Nota hníf og gafla sem við erum alls ekki að gera hér. Takk kærlega fyrir komuna og bara sjáast kát í næsta skipti. Já. Já. Já, fáðu þér aðeins meira hangikjöt. Gerðu því svo vel. Er þetta brók eða er þetta eitthvað til að gera í sundi eða eitthvað? Þetta er svona sundbrók eða eitthvað. Já, ég vil ekki snerta það.
Já. Sundskýla. Það mynd af fisk, en allavega. Sjóskýla. Já, þetta eitthvað svona... Sund. Já. Tótt. Brókinasjó. Brókinasjó að risa. Hvernig ætli framtíðin líti eiginlega út? Ætli að verði fullt af vatni að því að jöklarnir verða bráðnaðir? Já, við eigum alltaf bara eina jörð og við þurfum að passa mjög vel upp á hana. Og hérna næst ætlum við að heyra í krökkum sem að þekkja það vel að hugsa umhverfið. Í hverri viku hittist yngri kynslóðin á Ráðhústorgi á Akureyri til þess að mótmæla aðgerðarleysi í loftslagsmálum. Þar voru systkinin Þorbjörg Þóroddsdóttir, Þórarinn Þóroddsson og Anna Kristín Þóroddsdóttir mætt eins og svo oft áður með jákvæðnina að vopni og tilbúin til þess að ræða við hvern þann sem vildi hlusta. Af hverju eru þið hérna núna á Ráðhústorgi? Okkur finnst mikilvægt að við eigum framtíð og allavega ég, ef við veit ekki hvert ég tala fyrir okkur öll, en mér finnst mikilvægra að eiga framtíð en að vera með menntun. Þannig að þú ert að skrópa í tíma til þess að vera hérna núna? Já. En þið eru öll systkini, ekki satt? Jú. Og ertu búin að koma oft að mótmæla? Já. Hvað ertu búin að koma oft? Veit ekki. Mjög oft bara? Já. En þú, hvað ert þú búin að koma oft? Ég bara næstum búin að koma alla föstudaga, bara á skólaárinu. Og alveg sama hvernig veðrið er og hversu kalt er úti? Já, skiptir ekki máli. Man bara klæði sig vel og Liverpool húi á hausinn? Já. Hvaða skilaboðum eru þið helstarinn að koma á framfæri? Hvað er það sem við getum verið að gera betur? Mér finnst að við getum verið að gera mjög margt betur. Mér finnst til dæmis að við ættum að vera með plastleysa Akureyri. Mér finnst við ættum að vera að færa okkur miklu meira út í rafmagnsbíla í staðinn fyrir olíunotkun. Mér finnst að ríkisstjórnin gæti verið að gera miklu meira og líka öll þessi fyrirtæki sem eru í Íslandi gæti verið að gera miklu meira í áttina að því sem við erum að reyna að fara. Hvað finnst þér mikilvægast? Mér finnst mikilvægt að minna fólk á að þetta er okkar framtíð. En þér, hvað finnst þér mikilvægast í þessu? Já, bara minna fólk á að það er við sem fáum jörðina næst, þannig að þau þurfa bara að fara vel með hana og hætta að menga og svoleiðis, svona mikið. Hvað eru þið yfirleitt mörg sem hittist hérna á föstudögum á Ráðhústorgi Akureyri? Ég held að meðaltalið sé svona 4-5 en síðustu vikur eru búin að vera að fara alveg upp í 14. Og hvaða aldur er þetta helst sem er að koma? Er þetta grunnskóli? Já, þetta er aðalega grunnskóli, stundum er líka háskólakrakkar sem koma. Og hvað segir fólk sem er að labba hérna framhjá? Er það að heilsa upp á okkur og spyrja ykkur? Annarkvort kemur fólk upp á okkur og tala við okkur eða gefa okkur kakó eða eitthvað eða það bara tekur svona stóran sveig framhjá okkur. Reynið þið eitthvað til þess að ná athygli þeirra? Er þið að vinka mikið í fólk sem er að labba framhjá? Já, stundum. Og eru vinir ykkur eitthvað að koma með ykkur? Nei. Sko, skiltin sem þið eru með hérna, gerið þið þau sjálf? Já, við gerum þau sjálf, bara í skólanum eða heima hjá okkur eða eitthvað. Hvað er það sem þú hugsað þegar þú ert að gera svona skilti? Bara láta þau vera ábyrrandi og þú veist, koma með góð skilaboð. Nær þú að draga eitthvað vini þína með þér hérna? Já, það koma ofta svona 1 til 3 vinir mínir með eitthvað svoleiðis. Núna er 1 hérna. Og þeir eru alveg til í að koma í þetta alveg eins og koma út í fótbolta eða hvað? Já, sumir sko. Ekki allir en sumir. Hefur þetta vakið einhverja athygli? Hefur fólk með völd eitthvað verið að hafa samband við þig og bjóða þér upp á samtal? Nei, ekki ennþá, en það væri frábært að það væri. Það hafa mjög mikið af náttúrulífsfólki eða fólki sem er að vinna við eitthvað svoleiðis verið að koma upp á okkur og tala við okkur en ekkert fólk með mikil völd. En þið var boðið á ráðstefnu þegar til þess að tala um þetta? Jú, það var sett Youth Council, Arctic Council Youth Conference. Það sem voru krakkar frá Rússlandi, Japan og Finnlandi sem komu, sem voru öll að vera með einhver svona projekt loftslagsmál. Og hvernig var að geta deilt þínum hugmyndum með þeim? Það var bara frábært að geta tala við einhvern svona frá öðrum stað sem var líka að gera sem hlut og ég. Sérðu fyrir þér að halda áfram eða hætta þessu? Ég sé alveg áfram bara að halda þessu áfram þangað til að gerist eitthvað sko. Það eru allir föstudagar og allir velkomnir eða hvað? Bara allir koma sko. Saman hvort það eru börn eða fullorðnir? Já, bara takið bara ömmur og afa eitthvað með þess vegna. Og má maður alveg skrópa í tíma til þess að mæta hingað? Ég held að ég bara skrópa í tíma til að mæta hingað sko. Hvað var það sem var til þess að þú ákveður að byrja að koma hingað? Sko, þegar Greta Thunberg, þegar hún var að koma í fréttirnar, þá
fannst mér alveg frábært að einhver sem var á mínum aldri gæti haft svona rosaleg áhrif á líf okkar allra. Og ég bara langaði að vera með í því. Og það fyrsta sem þú gerir að draga systkinin með þér? Já. Þannig að fyrir þá sem eru að horfa, þetta alltaf hérna á Ráðhústorgi á Akureyri klukkan hvað? Klukkan 12, alla föstudaga. Og allir alltaf mæta næst? Bara allir, sko. Vigdís Finnbogadóttir, fyrrum forseti Íslands, var mikill frumkvöðull á sviði umhverfismála og ötull talsmaður skógræktar og landbóta. Við spyrjum hana hvaða orð hún hafi handa ungu kynslóðin í dag sem að hittist vikulega til þess að mótmæla aðgerðarleysi í umhverfismálum. Að trúa framtíðina. Það svo mikið verið að gera fyrir framtíðina núna og við erum að vakna upp, mannveran að vakna upp í hinum menntaða heimi og að trúa framtíðina og ekki að óttast. Því að óttin dregur úr öllum kjark og við þurfum á kjarki að halda og jákvæðri hugsun vegna þess að annars gerum við ekki neitt. Er þetta einhver töng? Er þetta svona til þess að slétta og krulla hárið? Má ég prófa? Yey! Jóhanna Gunnarsdóttir, Ásvegi. Sími, 23228 3. Þetta kák. Rusl, það á ekki heima út í náttúrunni, það á heima í ruslinu. Næst ætlum við að hitta krakka sem að kalla sig verndarar fjörunnar. Þau fara út í fjöruna á Svalbarðsströnd og tína rusli þar. En munum að rusl getum við líka nýtt til þess að föndur eitthvað nýtt og skemmtilegt úr því. Þannig að það má alveg nýta það. Í 2 elstu bekkjónum á leikskólanum Álfaborg og 2 yngstu bekkjónum í Valsárskóla á Svalbarðsströnd skipa hópinn verndarar fjörunnar. Í 11 ár hefði þessi hópur gengið í fjöruna til að tína þar ruslið. Við hittum þau á fyrsta degi tínslunar og gengum til liðs við hópinn í þessu verðuga verkefni. Á vorin þá höfum við haft svona verkefni að hreinsa fjöruna hérna og þetta tekur nokkuð skipti. Þannig að við söfnum stóru dóti í hrúgur, förum með annað í pokum heim og svo þegar við erum komin alveg á enda þá fáum við húsförun til að koma með kerru og förum og tínum allar hrúgurnar upp og göngum frá þeim í gámana. Þannig að þetta er fyrsti dagur í því. En þetta er ekki bara vinnudagur hjá þeim að tína rusli, þau eru að læra alveg hellinga á þessu í leiðinni. Já, sko hver einasta stund sem hún fer með út er bara lærdómsstund. Og þó að það í augum flestra líti út sem leikur og eitthvað svona, að þá bara læra þau rosalega mikið. Þau læra orð sem við notum eins og fjörukambur og þari og ýmislegt og svo læra þau náttúrulega að þekkja munin á því sem er náttúrulegt rusl og óeðlilegt rusl í náttúrunni eins og plast. Hvernig kennir þau það? Hver munurinn er? Sko, fyrst og fremst reyni ég að fá þau til þess að horfa eftir litum. Ef þú sér sko gulan, rauðan, grænan, bláan, svartan, hvítan eða glæran, að þá þarf þetta að horfa nánar. Stundum þarf þetta að labba alveg að því og lyfta því upp og skoða, er þetta plast eða er þetta bláskel? Og leiðu þau finna að þetta er sko náttúrulegt, þá má það liggja, en hitt tökum við með. Í hvaða skóla ert þú? Í Valsárskóla. Í hvaða bekk ertu? Í fyrsta bekk. Og hvað ertu að gera hérna núna í dag? Að tína rusl og svo erum við líka að koma á kringum og sko niður og gera mikið, alls konar. Ertu búin að finna mikið rusl? Í pínu, já. Svo hrúa hérna og svo mikið rusl. Ég er að tína og flokka rusl. Og hvernig rusl ertu komið með hérna í pokan? Alls konar froðuplast og eyrnapinna og dósir og svona. En er eitthvað í fjörunni sem maður á ekki að tína? Til dæmis bein og tréviði sem eru þá ekki með neinu járni eða neinu í. Af hverju á maður ekki að tína það? Út af því að það er lífrænt. En þetta rusl hérna, hvernig komst það í fjöruna? Ég held að ég hafi bara verið styrtað ekki klósetti eða hent út bílrúðuna eða eitthvað. Á maður að gera svoleiðis í ruslið sitt?
Nei, maður er frekar að henda í ruslatunna. Ert þú duglega að henda í ruslatunnuna og flokka? Já. Sérðu mun á þeim fyrir utan þessa daga bara þegar þið eru með þau úti, eru þau duglega að tína rusl bara almennt? Já. Þau eru bara ofsalega duglega og við förum sko alla miðvikudaga út og við komum alltaf heim með eitthvað rusl sem að þau finna. Og til dæmis eftir áramótin þá erum við yfirleitt með fangi fullt af sprengdum flugeldum og kökum og allskyns dóti. Og sumt af þessu rusli finnst þeim alveg rosalega verðmætt eins og raketuprygg og þá bara fá þau að fara með þau. Eru allir rosa duglegir? Jöp. En er eitthvað í fjörunni sem er ekki rusl? Já, það er náttúrulegt. Hvað er náttúrulegt? Það er svona steinar, prygg og fjaðrir, fuglar, svo bara gullsteinar og fjaðrir. Á maður ekki að henda því? Nei. Hvað á maður að gera við það? Láta að vera. En hérna í dag gerið eitthvað meira, fáið ykkur smá nesti? Já, við erum oft með kakó og brauð og alls konar og ávexti. Og gerið þetta oft? Já, þetta er á öllum miðvikudögum. En af hverju er mikilvægt að tína rusl? Út af því að annars deyja til dæmis hvalinir og fiskanir og fuglanir og svo er það líka bara mengun. Og þau eru búin að gera þetta hérna í 11 ár núna. Hefurðu séð einhvern mun á fjörunni hérna á þessu tíma? Já, gríðarlegan mun. Það er miklu minna rusl núna. Áður fyrr var þetta bara svoleiðis að þetta var sko bara þurfti jafnvel 2 kerrur, bílkerrur, því það var orðið svo tróðið á þeim sko. En í fyrra var þetta rétt um 1, en svo snýst þetta held ég líka svolítið ríkjandi vindáttir. Þú veist, hvort að það er mikill vindur, við varum til dæmis einu sinni búin að hreinsa hérna alveg og þá kom ægilegu stormur og það bara fylltist alltaf rusli aftur. Þannig við þurftum að byrja upp á nýtt. Þið ætlið að halda þessu áfram? Já, engin ástæða til að hætta. Kannski við erum skröltandi hérna í hjólastól við Guðfinna, en við getum allavega að rifi kjaft. Nei, ég segi svona. Þetta er eitthvað skrítið. Kannski er þetta til þess að mæla fótinn. Ég held að þetta sé til þess að vekta fótinn. Ég held að það sé til þess að mæla fótinn. Það stendur eitthvað hérna. Nei, þetta eru bara númer. Aðalstræti, Nonnahús. Það lítur ekki út fyrir að vera gamalt. Ó, er þetta stimpill? Það er eitthvað sem er stimpill yfir í. Ég hef enga hugmynd hvað þetta er. Þetta er svona sko lítur að sé hnífur á þessu. Já, ég sé engan hníf sko. Kannski eru bara að taka hann út af þegar En litlir þetta er líka krakkar. sko vísa. Já, hverju myndir vísa búa til? Já. Búa til. Þetta er svona til að búa til debitkorti eða eitthvað, ég veit Já. ekki. Svona, Já. hérna eru númerinn sem setur hann að spjálta yfir Og það. og síðan svona, sem setur þetta svona yfir einhvern og þá svona prentast þú. Já, eins og sér hérna það er rúlla Já. til að fara yfir, sem þú setur í því blek. Hvort ætli sé eiginlega betra að hreyfa sig eða borða heila rjómatertu? Vitið þið svarið við því? Íþróttálfurinn og Siggi Sæti, þeir ætla að reyna að komast að svarinu við þeirri spurningu hérna næst. Svona, standa á höndum, hring, svona, hérna og handahlaup og hér handahlaup, svona og hring, teygja til hliðar og hérna megin líka. Svo ætlum ég að hoppa á öðru fæti, hoppa svona og hæ krakkar, ég er komin norður. Ég ætla nefnilega að koma og fá að leika með öllum krökkunum, gera æfingar að teygja svona, ég veit þið eru svo liðug. Hérna megin líka, standa á öðru fæti og svolítið erfitt nefnilega. Kannski ger ég svona flugvél og þið öll líka. Ég ætla nefnilega að gera alls konar æfingar og hafa gaman með ykkur, en ég er ekki einn á ferð. Með mér kemur nefnilega Siggi Sæti! Hæ Siggi! Hvað ert þú að gera? Ertu að fljúga hérna út allt? Bitu, verður ekki ringlaður? Siggi!
Varstu að borða íþróttana með eitthvað svoleiðis? Hvað varstu að borða? Varstu að borða epli? Já. Já, þú ert svo sterkur á því að borða epli. En við ætlum að hafa gaman með krökkunum. Hvað vilt þú helst gera? Ég ætla að fljúga allan salinn. Allan salinn, út allt. Mjög gott og eitthvað fleira. Ég ætla að hoppa á öðrum fæti. Já, ég get gert það líka með þið svona. Og skipta. Svona skipta. Flott. Ég til eitthvað meira líka. Gerum armböður saman. Það hljómar vel. Svona upp og líður. Þú ert alveg svo sterkur. Flott. Ég er líka alltaf að æfa mig. Já, það ekki. Svona. En getum við eitthvað meira. En þú hoppa svona hring líka. Glæsilegt. Þetta er mjög gott. Þetta lítur vel út og svo eins og ætlar að hoppa svona. Það lítur vel á. En það er svona þreyttur. Er þetta ekki allt í lagi? Hlaupum þínu rosa hratt. Aðeins hraðar. Þetta er glæsilegt. Er þetta í lagi, Siggi? Siggi? Var þetta aðeins svo mikið kannski? Ég get ekki. Wow. Ertu farinn, Siggi? Ég ætla að sleppa að gera æfingar og borða bara allar kökuna. Borða allar kökuna bara í staðinn? Ég er svo þreyttur. En þú verður að gera æfingar líka? Nei. En þú fær svolítið illt í magann held ég á því að borða þessar kökur. Ég held það nefnilega. Ég held ekki. Þú getur borðað alla kökuna á þess að vera rosa illt í magann? Já. Ég er ekki alveg viss. En við erum allavega ekki bara tveir á þetta. Það eru fleiri líka. Hæ, Sola! Hæ, gaman að sjá ykkur! Gaman að sjá þig líka. Sérðu, Siggi segist ætla að borða alla þessa köku. Alla kökuna, Siggi? Alla kökuna? Það er mjög mikið, sko. Það er mjög mikið. Já, en hann vill gera alls konar æfingar veit ég líka. Hann þarf bara aðeins að hvíla sig og að því að allt er gott í hófi. Já, en er eitthvað ákveðið sem að þú vilt gera með krökkunum á morgun? Já, ég vil syngja og dansa með krökkunum eins og kanntu Ásupubans, Sippum svona. Kanntu boltaleik, prófað hopp og skopp, eða leikið húlla hopp. Mjög gott. Þetta hljómar skemmtilega. En við sjáumst þá seinna, krakkar. En við erum rosa glöð að vera komin norður. Bless, bless! Bye! Pennaveski. Já, maður fyrir skífi eitthvað. Ef maður var á svelli þá rann maður ekki á þessu eitthvað. Nei, þannig. Maður rann ekki á þessu og maður gat labbað á svelli. Þetta er mjög oft í Andrés og Andablaðanum. Er þetta til að labba í snjónum? Já, ég var að fara að segja svona, setja fótinn hingað og svona labba í snjónum. Ég sá það því að mamma mín var eins og að lesa svona tröllasögur fyrir mig eða eitthvað. Þá voru það að labba í svona eitthvað. Ég sé það í einhverju bíómynd líka. Eitthvað, maður setur fótinn sinn hérna og svo labbar maður í snjói. Það er skrítið. Já, þau séu næstum með teygju hérna. Er þetta ferðar að trampa? Þá er bara tíminn okkar búinn. Það þýðir eitt. Þátturinn okkar, honum verður að ljúka. Hvernig fannst ykkur þátturinn? Hvolpar, hvað segið þið? Jú, hvolpasveitin er sátt, þá hljótu öll að vera sátt. Takk fyrir að vera svona góðir áhorfendur og þægir og góðir hvolpar.